Sportátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og eins og ég sagði ykkur áðan þá erum við komið á línuna Andrés Gunnlaugsson, þjálfara Fjölnis í handbolta í Ólisteild kvenna. Komdu blessa og sæll, Sællmeistari, takk fyrir að hringja. Já, hvernig hefur það? Bara fínt. Já, nýja árið lagst vel í þig? Já, sjálfsögðu, það er handbolta ár, Evrópukeppni og nóg að gera hér heima, það getur ekki annað heldur að lagst vel í mann. Nei, nákvæmlega. Svona áðurum við förum í Ólisteild kvenna, þá ert þú væntanlega eins og allir aðrir Íslendingar að fylgjast með EM? Jú, maður situr límtur við þetta. Og hvernig hefur þið svona litist á mótið hingað til? Já, þetta er náttúrulega fullt af flottu leikjum og ef þetta er ekki veisla fyrir handboltanörda þá veit ég ekki hvað. Þetta er búið að vera svo í kvöld frábært að horfa á þessar leiki sem hafa verið sýndir og lyfti bara upp skammdeginu. Nákvæmlega. Þetta hjálpar nú mörgan Íslendingin í dimmum janúarmánuði? Já, þetta er þetta ekki sem við segja að þessi skárun í jólin að bíða eftir stórmóti í handbolta. Nákvæmlega. En þá hérna aðeins svona kannski að okkar landslið, hvernig svona hefur þið fundist þeir standa sig hingað til? Sko, við það högtir svolítið hjá okkur en það er greinlegt að við erum í vandræðum, við höfum ekki fengið markvörslu og það er það sem stendur svolítið upp úr og vörnin er opinn. Við erum með unga stráka þarna á miðjunni vörn og þeir eru að stíga sem svolítið sérstaklega Guðmundur Hólmar sín fyrstu skref í landsliðu og þetta er mikil ábyrgð en eitthvað sem verður að skipta út og það koma leikir eftir seinasta leik og ég full trú að þeir verða sterkir á morgun á móti Króatum. Já, Króatar hafa nú alltaf svona verið með okkur í takinu hingað til síðustu 12 árin reyndar? Jú, þeir hentu okkur illa, þeir hafa verið svona lúmskir og flinkir á bolta og það hefur hentu okkur illa en svo kemur hitt þetta fræga íslenska, nú eru konur fyrir vegg og við vitum það að við verðum að vinna og þá er allt opið og verður ekki að trúa því, verður ekki gamla handbolta hjarta að trúa því að við leggjum allt í þetta á morgun. Nú ert þú búin að þjálfa lengi handbolta og þannig að þú kannast alveg það að það er mikil vinna hjá þjálfurum eða ekki í kringum þetta landslið? Jú, sko, ég held að fæstir ekki þessi grein fyrir því hvað þetta er ofboðsleg vinna, ekki bara hjá þjálfurum heldur sjúkraþjálfurum, læknum, öllum sem þetta er bara heilt heim í kringum þetta og náttúrulega það mæðir mest á þjálfurum vegna þess að það er ekki tvær heim og hvílt sig leið og leikur og búin þá fara að menna leikreina og undirbúa og klippa og gera klárt fyrir leikmenn og skipuleggja þannig að það er lítið sofið í svona mótum. Og Aron hann tók bara á sig leikin eins og lagði sig í gær í viðtölum og kenndi sér sjálfum Já, ég meina það stendur náttúrulega við sem þjálfarar auðvitað eigum við að axla ábyrgð og ef við teljum og ef maður telur sig hafa greint hvítur og svona ránt og hafi farið með leikskipulaginn í leikinn að sjálfsögðu maður og meir og segja bara ég gerði vitlaust. Ég meina það er bara flott, það sýnir að maðurinn hefur topp karakter. En þá aðeins að deildinni hérna heima, Ólisteild kvenna er í fullum gangi á meðan landslið er að spila úti. Já. Og þessi Ólisteild kvenna hefur nú sjaldan verið jafn spennandi og skemmtileg. Það er fullt af stigum í pottinum og það munar ekki, hvað munar, 4 stigum á milli liðsins sem er í 1. sæti og í 7. sæti? Já, þetta er að vera mikil breytt og það er að verða sem betur verið til mikið af flottum stelpum, þannig að þetta er ekkert bara einhver 2 lið að bítast eins og hefur verið til langs tíma og þetta eru bara fullt af frábærum liðum og það sem er skemmtilegt líka það er mikið af ungum stelpum að koma upp mjög frambærilegum og það verður deildin á bara eftir að vera sterkari og sterkari. Þið í Fjölni, þið eru nýlegar í deildinni og þið eru nú búin að koma öllum á óvart og með 8 stig? Jú, við og kannski sjálfum okkur svolítið, við erum nýliðar og erum að læra í raun og veru á hverjum degi og með hverjum leik þá kemur meiri þroski og við byrjum mjög vel og komum vel tilbúin í þetta og
og erum bara svona sæmilega sátt við stöðuna. Við svona höfum aðeins gefið eftir, náttúrulega eru meiðsl að vera hjá okkur svolítið meiðsl og þá þurfa nýjar að koma inn og það eru náttúrulega bara, það yngist liðið hjá okkur, þannig að við meðalaldurinn enn og ekki náttúrulega rétt 17 ári í liðinu, þannig að það er ekki bara ungt, það er kornungt. Og þið mætið þarna eitt ungu liði á Laugardaginn hérna á Selfossi? Já, það hefur verið alltaf gaman að koma á Selfoss og það er nú svolítið fyrirmynd fyrir okkur hérna upp í Grái að sjá hvað hefur verið, hvernig menn hafa haldið á þessu á Selfossi. Það er frábært að sjá þetta unga lið að springa út og bara mikið stolt fyrir Selfossinga að eiga svona flott lið og það hefur verið gaman að hitta þær. Nákvæmlega. En svona, já, IPVF Vestmannaeyjum á toppnum, það er náttúrulega líka búið að koma mörgum óvart hvað þær eru búin að koma sterkar inn í deildina? Ég kemur það einhverjum á óvartin. Þær eru með 3 atvinnumenn, með frábæra fleiri leikmenn þarna, eru með þjálfara sem er sko uppfulla reynslu og kemur með mikla gleði inn í þetta. Það kemur mér ekkert óvart, ég meina þetta eru flottar stelpur hérna í Eyjum og það kemur mér ekkert óvart að séu svona á tóknum með þetta óla. Já. En nú eru 15 umferðir búnar, það eru 14 lið í deildinni, þannig að það er nóg eftir að þessari deild. Hvernig svona, já, líst þér á þetta fyrirkomulag? Er þetta margir leikir? Nei, sko, ef ég fengi að ráða þá myndi ég halda áfram með eina deild. Þetta er ekki þá margir leikir. Það sem að háir okkur fyrst og fremst er það að það eru 2-3 lið með mjög unga hópa. Ég meina ég og hópur hjá mér samanstendur stór hluta úr 3. flokki, þannig að þær stelpur að spila líka þar, þannig það er mikið leikjálag, en ég er ekkert viss um að skipta í 2 deildir. Ég er ekki sannfærður um að það sé það sem að þarf að gera í þessu. Ég held að reyna að halda þessum fjölda í 2-3 ár og reyna að fá meira stöðuleika í kvennaboltanum. Við viljum ekki fækka liðum aftur. Nei, og það er væntanlega ekki líka erfitt ef þetta verða 2 deildir að halda áfram út í meistaraflokki því að það vilja allar að það ekki spila að það bestu? Jú, það verður stóra vandamáli fyrir lítið lið, það er að sannfæra sína besta leikmenn að halda áfram. En ég er ekki endilega kannski að hræðast það, ég bara hræðist að áhuginn minnkar. Þetta er að vera mikil vakning í kvennaboltanum og við eigum bara að halda þessu fyrirkomulagi í það minnsta 2-3 ári viðbót og sjá hvort að hægt og rólega við náum ekki að auka fjöldan. Við þurfum að fjölga, við þurfum að minnka brottfall hjá stelpum, við þurfum að gera þetta meira spennandi, alveg svo hefur tekist í kvennafótboltanum og annað og við erum að gera eins í kvennahandbolta. Þetta á að vera skemmtilegt og spennandi verkefni að vera í handbolta. Nákvæmlega. En já, í kvennalandsliði í handbolta það hefur verið mikið nýliðum þar í gangi og margar ný andlit búin að láta sjá sig. Já, það er eins og ég var að segja á, sko, það er það sem er spennandi í þessu núna. Það er velhaldið á þessu með fína landsliðsþjálfara, fína þjálfara á yngri landsliðunum. Þetta er allt fólk sem er að vinna þetta mikil ákefst og þá færðu það sem við erum að fá núna. Við erum að fá ungar stelpur rétt 20 að koma hérna inn og við erum að halda þessu áfram. Við erum að ýta þessu vori sem að ég vil meina að sé kvennahandbolta. Við erum að ýta undir það, við erum ekki að slátra strax, sko. Við erum að leyfa þess að lifa lengur. Já, nákvæmlega. En þá aðeins aftur að annarslið karla svona í lokin, hvernig meturðu svona möguleika Íslendinga að komast áfram? Í ljósi söguna þá verðum við litla liðið, bara eins og bentur á áðan. Við höfum átt í erfiðleikum með Króatana, en ég samt sem áður, það er eitthvað sem segir mér að sko, menn munu koma dýrvitlausir í þennan leik á morgun og vilja
svara þeim gagnrýnisröddum sem koma frá mér og svo fleirum. Ég er að vælunda markvörslu og þú veist, og það er alveg réttmætt gagnrýni að mínu mati. Vörnin hefur verið slök og markvarslan þar að lendi slök, en ég held á morgun að þá munið þeir stígu upp. Ég er full að trúa drengjum. En nú hefur verið að tala þessa vörn og markvarslu svona síðustu ár. Er eitthvað hægt að gera svona þjálfunlega síðan til þess að svona bjarga því að það sé alltaf í topplagi vörnin og markvarslan? Nei, sko, við náttúrulega verðum bara að horfast í augum við það að það hefur ekki orðið nægileg nýliðun. Það er að koma núna, ungir nýjir strákar inn, vonandi er að koma markmenn líka úr yngri landstöðum sem að fara að banka hægt og rólega á dyrnar og við þurfum svona í meiri stöðuleika þeim megin. Við hefur aldrei háð Íslandi, sóknarleikur hefur aldrei háð okkur. Það er einn og einn leikur sem að við erum slök í sókn, en frá náttúrulega hendi höfum við alltaf átt mikið af skiptum og mikið af góðum leikmönnum til að sóknarlega, en varnarlega höfum við ekki verið nóg öguð. Það vantar agan í það sem að varnarleikur byggist á og markvarsla. Það er ægi að selja sig ekki yfir, ekki hlaup út úr stöðum og markmaður að bíða. Þetta er svona þessar gömlu klísjur sem að við höfum átt erfitt með að festa hjá okkur. Með að við erum að horfa á eins og í kvöld, við erum að horfa á þýska markmenn, danska markmenn, landin fann sig ekki þá bara nærgum að skipta og kemur jafngóðu markmaður inn. Þetta eru svona atriði sem okkur vantar hjá okkur, en það kemur hægt og rólega. Það tekur bara tíma. Andrés Gunnarsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, enn og aftur til hamingju með þennan frábæra meistaraflokk sem við erum með þarna í Grái Fjölnir. Þakka fyrir það. Ég ætla bara aðeins að fá aðeins að koma inn á áður úrslítur að það eru bikarleikir á morgun á miðvikudaginn. Þar á meðal erum við að fara upp í heimsækja Halla og stúlkunar hans á Fylki, þannig að það verður mikið að vera á miðvikudagskvöldið í kvennahandboltanum. Já, einmitt, Coca-Cola bikarinn 16. úrslitin. Já, nákvæmlega. Hefst á miðvikudaginn, allir leikin eru á sama tíma nema í Digranesinu, þar er leikurinn 6:30. 6:30, allir aðrir leikir á sama tíma og ég hvet fólk eindregið til að mæta á völlin. Það er það sem að allir leikmenn og við sem erum að vinna í þessu lífum fyrir, það er að fá áhorfendur sem koma og hvetja okkur. Nákvæmlega. Andrés Gunnarsson, þakka kærlega fyrir og við sjáumst á laugardaginn væntanlega á Selfossi þar sem að þú ætlar ekki að fara illa með Selfossliðið. Nei, ég lofa því ekki, en ég veit að Basti og læri dömur hans, þær vilja fara illa með okkur. Ég meina, við munum koma og reyna að býta þess frá okkur. Kannski eitt árin ég sleppir, þú ert með það ekki eitt sunnlending í liðinu þínu, eða eittu frá Suðurlandi? Jú, Díana er hjá okkur, hún er reyndar núna til reynslu í Noregi, fór á sunnudaginn og nær vonandi í bikarleikin á miðvikudaginn. Hún fór til Molde og æfði með þeim í gær og æfði 2 í dag og spilar með þeim leik á morgun, æfingaleik sem settur upp fyrir hana. Þannig sem þeir eru alvarlega að skoða hana. Andrés Gunnarsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma. Takk kærlega, vinnur. Blessaður. Já, minna sjálfsögðu á Coca-Cola bikarinn á miðvikudaginn. Það eru náttúrulega 16. úrslitin eins og leggja sig 8 leikir. Allir á sama tíma 7:30 nema í Digranesinu, sá leikur er 6:30 og ef ég renni bara stuttlega yfir hvaða leikir er í boði þarna í Coca-Cola bikarnum, þá er K.A. Þór HK í Digranesinu 7:30, Valshöllinni Valur Haukar, N1-höllinni í Mosfellsbænum Afturelding Fram og í Fylkishöllinni Fylkir Fjölnir og svo í Vestmannaeyjum er það IBVF Stjarnan og í Kaplakrika er FH Selfoss. Þessi leikir allir 7:30 og svo föstudaginn í Vestmannaeyjum er IBVF 2, B-lið IBVF gegn IR og sá leikur hefst 7:00 og svo er það Ólisdeild kvenna næstu helgi og þá fer fram heil umferð. Á föstudaginn 7:30 í Kaplakrika er FH Grótta, svo laugardaginn 7:30 eru 3 leikir í Digranesinu, HK Afturelding, í Vestmannaeyjum IBVF IR og í Valshöllinni Valur Stjarnan, svo 4:00 í Sjenkerhöllinni í Hafnarfirði Haukar Fram og á sunnudaginn 3:00 í Fylkishöllinni Fylkir K.A. Þór og á Selfossi Selfoss Fjölnir 4:00. Nú það er bilið, við ætlum næst að fara að kynna okkur hér Reykjavík International Games sem hefjast núna á fimmtudaginn.
það heldur betur stór dagskrá þar sem keppt í hinnum ýmsu íþróttum alveg í, já ég ætla nú ekki að fara að telja það allt upp núna, en á línuna verður Kjartan Freyr Ásmundsson, einn af skipuleggjendum mótsins. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Hamborgarabúla Tómasar.